Með þessum ávöxtum þá erum við náttúrulega með til að gera endan flottan á þessari frábæri máltíð sem við erum að bjóða ykkur upp á. Þá erum við með súkkulaði fondue. Við erum með dökkt, ekta súkkulaði og við kryddum það með smá, annarkvæmt getur fólk náttúrulega appelsínulíkjör eða það er svona stjörnanís. En við þynnum súkkulaði út með smá rjóma og við setjum í það líka svona smá sykur til að þessi mildari fyrir íslenska markað. Íslendingar eru ekki vanir að borða 70% súkkulaði. Það er svona að við erum með börn líka, þá setjum við smá rjóma og sykur. Það verður þetta að skoða uppskriftina hjá okkur. En hérna, er þetta að bæta eitthvað svona út í súkkulaðið? Eitthvað líkjörum og... Já, þessi appelsínulíkjör, anís og margt sem að... En það sem okkur langaði að gera núna, við ætlum að bera þetta fram svona skemmtilega og við getum rétt okkar hérna súkkulaðipottin. Já. Það er komið svo mikið úrval hérna á svona alls konar grillspjótum. Já, gaman við það að grillspjót er ekki bara á sumarið grillið. Það er hægt að setja þetta og gera svona undirbúðir, svona skemmtilegt, sérstaklega fyrir börnin. Þessi spjót er náttúrulega það sem allir þekkja. Það er hægt að setja bara fallega ávexti og dýfi í. En okkur langaði svo að taka og raða þessu fyrir. Það er bara hugmyndaflauðið. Það er kannski eitt jarðarber. Þessi ávextur voru skemmtilegur hérna. Já, hann er nefnilega svo fallegur að litin og við ætlum að nota þetta hérna sem að framreiða ávextina. Þá tökum við þetta hann er svolítið svona skreitir svolítið diskinn. Þá getum við sett ávextina í hann. Þetta heitir drekávextur og eru farin að fást í flestum stórmarkaðum. Eða alltaf betri stórmarkaðum. Hann er svona innan og hann er svona sætur. Það er svona loðið við smá kívíbragð á honum. Já. Hann er svona pínu hlutlaus en agalega góður í alls konar svona, tala ekki að dýfa í gott súkkulaði. Við setjum bara, það er hugmyndaflaugi núna sem er að hjálpa okkur. Það er jarðarber og mango. Það er ég og Bjarni á svo ótrúlega sterku blæðni. Það er bara rauninni öll ber og allt sem er á markaðunum. Og þetta er hægt að stinga með þessu spjótum. Klippa þetta niður í, er þessu dýft í súkkulaði? Já, ég sé að það er þetta dýfa rauninni öllu í súkkulaði, jafnvel puttanum, en við erum svona að mæla með ávöxtunum. Er það ekki hafliða? Já. Og við erum hérna með þetta fína súkkulaði fondue-sett hérna. Og við ætlum bara að gefa þetta fyrir gestu gangandi. Hérna er þetta dýfi bláberinn og... En þannig að við vorum líka með eitt tromp hérna fyrir börnin. Það eru sykurbúðar. Eins og við köllum okkur sjálfa. Sykurbúðar og súkkulaði, það klikkar ekki. Ljómar ágætlega. Herðu, ég ætla þá að hella hérna súkkulaði fondue-un í. Við gefum það bara svona 40 gráða heitt og svo erum við bara með kerti undir til að halda því í ylvolgu. Súkkulaði má ekki fara mikið meiri yfir 60 gráður. Þá fer það að þykkna og brenna. Við viljum hafa svona fallegan glansa í þessu. Það er hvað þetta er glæsilegt. Þá má það prófa sykurbúðina? Klára eins og öndina, sko. Það er skyrtuna. Það er það hættulegasta við þetta. Ána brána. Þetta er rosalega gott. Það er hægt að leika sér með hvaða brauð sem er í þetta. Þetta er rosalega gott maður. Alls konar líkjöra. Þetta er bara gaman.